Þá það 4. dagskrárliður. Margrétar Hagi 8, breytingar á deiliskipulagi. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér erindi dagsett 17. janúar síðastliðinn, þar sem Þröstur Sigurðsson hjá Opus EHF fyrir hönd Karls Hjartarsonar sækir leyfi til að leggja fram breytingu á deiliskipulagi lóðar nr. 8 við Margrétarhaga. Óskað eftir að auka nýtingarhlutfall úr 0,27 í 0,28 og breikka byggingarreit til vesturs úr 4,5 metrum í 8,7. Sambærileg breyting á byggingarreiti gerð á húsunum við Margrétarhaga 4–12. Skipulagsráð samþykkti að grenndarkynna tillögu að deiliskipulagsbreytingu á fundi 28. febrúar. Athugasemdafrestur var frá 19. mars og lauk með undirskriftum allra sem grenndarkynninguna fengu þann 28. mars síðastliðinn. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan verði samþykkt og sviðsstjóra skipulagssviðs falið að annast gildistöku hennar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 með síðari breytingum. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Þegar enginn hefur kastað til ljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu þeir sem geta samþykkt þess að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.